Landsliðsþjálfarinn Þorsteinn Halldórsson gerði engar breytingar á byrjunarliðinu frá því 3-0 tapinu gegn heimsmeisturum Spánar á þriðjudag. Þetta eru fyrstu leikirnir í undankeppninni fyrir heimsmeistaramótið sem haldið verður í Brasilíu á næsta ári. Eins og við var að búast reyndust Evrópumeistarar Englands erfiður mótherji og fyrsta markið hafði legið í loftinu mínúturnar áður en það svo kom á 22. mínútu. Lætur James hafa hann aftur. James með sendinguna. Brons kemur á ferðinni. Luigi Brons að skora fyrsta markið fyrir England. Það voru búin að hóta þessu nokkrum sinnum í leiknum. Fyrirgjöf, skallið mark. Enska liðið pressaði stíft og stelpurnar okkar voru í stökustu vandræðum. Fyrst á eina færi Íslands kom seint í hálfleiknum en Englendingar áttu 17 marktilraunir í fyrri hálfleik. Ísland var í raun heppið að vera aðeins marki undir þegar flautað var til leikhlés. Sandra María Jessen kom nálægt í að jafna metin í síðari hálfleik eftir frábæra fyrirgjöf frá Sveindísi Jane Jónsdóttur en Hannah Hampton varði. Annað mark Englands leit svo dagsins ljós á 78. mínútu. Býður eftir utan á hlaupinu. Brons kemur með það. Alessia Russo! Dante Stanley! Tekur boltan og neglir honum niðri í fjærhornið. Frábærlega afgreitt. Urðu loka tölur. Næsti leikur Íslands er gegn Úkraínu á Laugardalsvelli 14. apríl og Englandi á sama stað 18. Fannst við hefur bara getað refsað aðeins betur. Jú, þetta er eitt besta landslið í heimi en já, mér fannst við eiga meirinni á móti. Fyrri hálfleikur ekki góður. Við vorum allt of slitnar, vorum að tellja út vitlaust í hothlaupunum. Já, bara í smá brasi, seinni hálfleik miklu betri, vorum að loka svæðunum vel. Þannig að já, ég held að sé aðalega seinni hálfleikurinn sem við getum hort í hvernig við vorum að verjast þá og líka alveg ágætiskaflar, fáum dauðafæri sem er bara fínt og ef við nýtum það þá erum við komin í aðra stöðu. Með seinni hálfleikur góður að mörgu leyti. Svona breyttum aðeins skipulaginu og náðum að loka betur á þetta og sem gerði það verkum að mér finnst það ekki verið að skapa náttúrulega eins mikið í seinni hálfleik og í fyrri hálfleik. Það voru að opna okkur aðeins í fyrri hálfleik en við vorum samt alveg, maður alveg vilja sjá mark skallan inni og jafna leikið þá en við lögðum allt í þetta og ég er bara stoltur af liðinu. Ja, mér finnst bara fínt að fá þær aftur eftir mánuð, bara já, fá annan séns. Eins og segjum, já, mér finnst við geta gert meira móti þessu liði og refsaðum betur. Þannig að ég er bara mjög glöð að það sé aftur leiku við þær eftir mánuð. Við erum góðu gluggi. Við erum auðvitað að spila móti bestu liðum heims og Evrópu og væntingarnar sem við tókum inn í þennan glugga var að spila góðan varnarleik sem við gerum heilt yfir í leiknum þannig að ég held að við getum bara verið nokkuð sátt við þennan glugga. Mér finnst kannski leikurinn á móti Spáni örlítið betur spila.